Ég hélt einhvern veginn svona að það væri bara aðrir í því að fá krabbamein og svo lendir maður í því sjálf að fá krabbamein 34 ára. En ég greinist sem sagt daginn fyrir 7 ára afmæli dóttur minnar, en það var mikið svona áfall og við tekur fleikskurður og svo lyfjameðferð og svo geislar í kjölfarið. Já, ég heiti Bára og ég greindist með brjóstakrabbamein fyrir rúmu ári síðan. Ef ég horfa á allt ferlið, þá eru fyrstu 3 dagarnir erfiðastir. Óvissan. Leið og var búið að setjast niður með mér og útskýra hvað væri framundan, þá var þetta allt annað. En endurgreiningaóttinn, hann er svolítið óþægilegur. Ég er svona að reyna að finna mér leiðir til þess að tempra hann. Ég hélt þetta væri mest líkamlegt, en það sem kemur með mest óvart í þessu er hvað þetta er rosalega mikið andlegt. Og líka bara þegar maður er búin að fara í gegnum aðgerð og lyf og geisla og svo heldur maður einhvern veginn að þetta sé bara búið, en þá er sálin ennþá í áfallinu og það þarf að hlúa henni svo vel. Þetta líkaminn sé kannski fljótar að jafna sig. Já, ég fór á námskeið eftir ég kláraði bæði lyf og geisla. Þá fór ég á námskeið sem heitir Mín leið. Já, vorum allar með brjóstakrabbamein og svo segir hún svona að flestir lifa af og eiga bara gott líf eftir þetta, langt og gott líf, og sumir verða forsetar. Og það að fá þess að von einhvern veginn, já, einmitt. Þetta er ekki heimsendir, ég á allt lífi framundan. Það var svo gott og það er svolítið mikilvægt í þessu að hafa vonina. Af því að vonin kemur manni áfram. Bleikur október er að fá svo svolítið svona nýja merkingu fyrir mér eftir ég greinist. Af því að þegar ég greinist þá grípum með eitthvað net af alls konar sem er í boði og þess vegna langar mig að leggja bleikunarslaufunni niður í ár. Af því að ég veit hvað það skiptir miklu máli fyrir fólki sem greinist á eftir mér. Að þetta sé til staðar. Það er rannsóknir og svona alls konar úrræði.